Já, komið sæl og velkommen til leiks. Og svo dögt hérna. Já, þess að. Það er leikið með þetta. Jæja, það er 8. umferðin. Við erum búin að skipta henni umhverfi. Svona. Við erum með stödd á Selfossi og þetta er líkiskákin. Líkiskákin sem við örugglega komum til að fylgjast mest með. Það er skák Vignis og það er Hjörvars Vignis. Já, Bist Forlands ætlaði nú að byrja aðeins fyrir en kom hérna upp á bitur nú við, herri, þurfum að uppfæra hérna smá uppfærsla hérna. Hún byrja svona, já, hvað að segja, draga til 10. í þessu skák. Hún var róleg byrjun. Hún byrja hérna frá toppnum og lengur haldið, þá ætla ég að fá aðeins að 100 hérna. Svona ja, herru, kíkjum aðeins á þetta hérna. Ég þarf að uppfæra þetta eins og þar. Svona. Og svona, við erum komið pöruna hann neyri. Herði, já, Hjörvar kom kannski örlítið óvart með E4 og töldu síkilurina. Ég held að Vignar hefði aðalega búið sérna við D4. Og Hjörvar skákar hérna B5. Já, við höfum talað um það að Hjörvar það tefli ekki síkilurina einmitt E4. Það var kannski Bragi, það var enda meira Bragi sem teflir síkilurina þessi E4 en hann veit að kemur síkilurina. Allavega, biskup B5 skák, hrókun, biskup D7, hrókur E1. Þetta er svona stöðugt afbrigði sem að Hjörvar teflir hérna og leikur C3 og hugmyndin er einfaldlega að leika D4 og ná hérna miðborðinu sem Vigni leifir. Það ræðs svo miðborðinu hérna með D5 og hérna, já, hefði maður haldið að E5 væri nokkuð eðlilegur leikur. Ná sér í ákveðst rými, ekki vantilega D4 og svona frakkast það með förðulega menn. En hann drap hérna á D5 sem er svona aktívar möguleiki og svo leika hann biskup G5. Leiðinda leppin hérna á eilunni en að Hjörvar ákveður að loka það. Leikur hann drottning B3. Vignir er bara G5, ritrætti með G5 og hérna, já, tekur Vignir áhættu og dreipur á D4. Örugglega með fína stöðu og hann til dæmis bara hrókar en hann dreipur hann á D4. Þá kemur skákin B5, drottning G4 og drottning G5. Þá er spurning hvort að þessi leppur hérna sé leiðinleg. Við haldum okkur aðeins við þessu skák hérna. Þetta er hann sem þröstur hérna.
Þegar maður spyr sig bara reyndar eftir F4 hvert fer svarta drókningin. Af því að ef við förum til hér þá er þetta bara drepið og við fylgjum eftir með heilleika F5 kall í hafið. Þannig að við verðum að stoppa F5. Þannig að eini reiturinn er drókning G6 en á ég þá ekki blant annað biskup D3 og ég sé ekki alveg hvað Vignir ætlar að gera. Það er spurning, já, hvort að við séum hreinlega bara að sjá Hjörvar tryggja sér Íslands meistaratitilinn hér og nú. Það getur bara verið að stefna í það. Og alveg þokkar að skákir í gangi, Guðmundur og Bragi að tefla hérna Kongsindra, Fianchetto Kongsindra. Það er sem sagt það getur skásendur biskupur með G3, það er kallað Fianchetto, ég veit ekki hvað rétti framburðin er, skiptir að enda engu máli. Biskup finnur 5, ákvæm D5 hjá Guðmundi, þetta er svona hálfgjört, já, ég kalla ekki líka samanburðið. Þegar báðir eru búin að leggja biskup F4 og biskup F5 sem er svona aðeins fyrirlega leikir. Og Bragi er að þynga fram hérna þessa leiki til að fá veikleika á þessa skálinu sem getur orðið möguleiki í framtíðina og nýta B5, B3, hrókur B8, hrókur A til E1, þetta er H5. Þeirra draf Bragi á C4 og lék E6 og þá fór Gummi í svona aktívar aðgerðir með G4, leggur svona þokkalega á stöðuna en virðist alveg mega við því og ná sér í hérna fínasta rými á Kongsvæk og er þegar með gott rými hérna á miðborðinu og þessi riddur aðfengar sig gerir svörtur svolítið erfitt fyrir, stendur ekki alveg nógu vel svona jafnt og þétt að fylgjast með þeim Hjörvar og Vigni. Ég held að Vignir hafi nú hreinlega bara mist af þessu, hann er með betri tíma hérna og F4 er komin á borðið. Getur verið hann hafa alltaf leika drókning G4 svarar það H3 með drókning H4. Hugmyndin er þá að það F-peði leppur en hins vegar hangir hún á G7 og það er ekki líklegast ekki til útflutnings að langkróka eða leika kongur D7 eða eitthvað slíkt og kongurinn er alltaf opinn hérna. Já, getur verið skák hér, jafnvel verið fórt hér, svo skák hér. Já, það var hann að búið, svo bara einhver skák, hrókur C7, mát. Og þetta er mát. Þannig að, þetta lítur ekki verið út með þér. Alexander Óliður og Héðin eru að tefla, alveg skemmtilega skák. Það var Petrasson, byrjaði kannski ekki skemmtilega en Alexander breytir henni í 4 riddaratöfl, við fáum D4 og biskup í 4, þetta er sem sagt, já, skoski 4 riddarinn og hérna kom einhvern leiki, ég hef aldrei séð þetta byrjað áður, en Alexander teldi þetta mjög hratt, virtist vera verðundubúinn, sjáum tímana sinna 1:29:37, fórnarspeð á C3, Héðin tók því ekki, eftir A4 þá tók hann á C3, hvíti fær mikið andrými fyrir þetta peð hérna. Leikur biskup D2, ég hef nú haldið að hrókur G3 er líka spennandi leikur. Drókning B6, þá leikar hérna A5 fórnar öðru peði. Hann leikur allt undir hérna Alexander og leikur hrókur D3. Það er svartur með 2 peði yfir, en svolítið eftir liðskipan og hvítur er með biskupparið. Þetta verður skörp skák. Vignir hugsar enn. Símon og Hilmir eru með svona rólegan Petrov. Sjá það er svona
Það er E4, E5. Þetta er svona, já, bólaðabriðið, það er líka hérna riddari C3 með peðið, leikur svo biskup F4 og D2 á langkróka. Símon gerir það. Og C3 D4 er alltaf solid líka. Við sáum að Hilmir langkróka líka. Ekki 30 drótning A7. Það líklega þá leika bara C5 kannski. Kongur B8, allavega lokari núna. Drótning tilbaka, drótning A4. Óta máti, leikur hann A3. D5, biskup E3. Já, svartur er mjög traustur en mjög erfitt að komast eitthvað áfram í þessar stöðu. Svo er það Hannes og Þröstur. Svo erum við hérna. Það er nú hressandi síkilega staða. Þeir hafa nú telt marga hittina á þeim sem hann segja oft. Telt marga oft, sérstaklega á þessum íslensmótum. Fá mákna síkilega vörn. Og ég hygg að þetta sé nú bara hefur svo okkur Keris árás, Keris attack. Og svo Keris attack þekkt meðal annars úr Karp og Kasparov einum gömlu góðu. G5 er þetta eftir D7. Þetta er svona hressilega telt hjá Hannesi. Við erum áfram með peðinu allar í sókn. Langkrókar, drótning D4, B5. Hérna við erum á stað H5, fórnar þessu G5 peði. Færenda tíðast í staðinn. Þröstur tekur, það kemur hrókur G1. Sýnst þetta að vera nýjung. Nokkra skökkirinn með H6 og F4. H6 reyndar, já, hérna verið hættulegur leikur. Mögulega. Ugar Gasimov á skákina. Og det er Benoit Le Pelletier 2006. Það vann það. En alltaf það hrókur G nörgulega fýll leikur. Þröstur hörvar hérna, drótning D6. Hérna 7. Hannes heldur drótningur minna á. Biskup finnir 4, hrókur 1-8. Biskup D16, D8 og E5. Hvítur er líklega að vinna hérna skiptamun. Þetta er mjög sérstakt. Getur leikið hérna biskup G2 núna. Þess að enga reyta að viti. Og að trókur A7 þá getur nýtt okkur þessar leppur hérna. Leikið biskup B8. Trókurinn á enga góða reyti. Þetta er einlega fyrir Hannes gæti en unnu einfallega skiptamun. Held ég að með einu þokkana vel að vinna. Það kíkjum aftur á Hjörvar og Vigni. Ég getur fara að draga til tíunda bara strax eftir F4. Man kan aðeins að sjá hvað fylgdu hérna teóriu lengi. Við erum hrætt yfir sögu A6. Biskup F1 alveg 370 skákir hérna. C3 65 skákir ennþá. E6 10 skákir. Reyndar aðeins meira 17 núna. Og D5 hefur leikið 15 sinnum. Skorar nú þokkar að vel á hvítan. Flestur leik E5 hérna. 3 skákir með E3 D5. Sarona Sulskis, Erik Kislik. Athyglisvert af því ég veit að Kislik hefur stundum hjálpað Hjörvari. Veit ekki hvort að það er en það gangi. Riddari C3, allar skákina það er svona. Og 2 drap á C3 og 1 riddari E7. Þannig að biskup E7 er. Það er ekki nýleikur. Það skiptum aftur yfir í. Nei, biskup E7 leik einu sinni, ok. Í hennar Kislik skákinni. Og í henni þá leik Kislik biskup D3. Þannig að riddari D5 nýleikur og þá fáum við þessar. Já, endum í þessu flækjum. Þetta er biskup G5 og riddari D4. Sem er mögulega afleikur hérna. Riddari D4 að því leiðir hérna beint til þessa aðbyrðis sem að Hjörvar leikur hérna finnur 4 og það er ekki gott að sjá hvað Vigni ætlar að gera út á hótelinu leika F5. Hver sá drótningaleikur sem að tekur valdið af F5 leifir hvítum að fara með peða F5. Þessar leppan hérna á G4 og H4 verða stöðarskamt. Það fyrir að H4 þá kemur G3.
Sýnist hann búinn að leika dróning G4. Ok, mér vantar að H3 bara. Og fátt orðið eftir við fílað rétti þetta. Já. Þannig að stefnir allt í það að Hjörvar sé bara að tryggja sér sinn annan Íslandsmeistaratitil og já, annan í röð. Hjörvar skiljanlega frekar spakur og þessi skák er að reyna að klárast óvenjulega snemma ef fer eins og já, stefnir í. Hjörvar getur bæði leikið H3, biskup E2 líka. Jafnvel variantana sem að svarta þarf að passa sig að vera ekki mát. Þetta með biskup E2, dróning H4, G3, dróning H6, F5. Ef það er drepið þá er þetta væntanlega lónglegan í mát. Já, ég veit ánægði með Hjörvar en það hefur verið gaman að halda spennun inn í lokaumferðina. Hjörvar, já, hann tekur þessu tíma, hann er 25 mínútur eftir, en við sjáum að Hjörvar er ekkert mikið að flýta sér þó að við séum bara konum átveðleiki. Já. Svo sem skiptir henni ekkert miklu máli aðra skákir. Hver er leikan? Biskup... Nei, leikan hrókur E3. Örugglega ágætis leikur. Líklega ekki svo besti, hann hefði getað líklega að þynga fram að reynilega F5, en hugmyndi núna er að já, við hrókum, þá kemur hróku G3. Getur sem sagt ekki hróka.
hann tefli gegn því. Ég veit ekki alveg hvernig Svartur á að lesa sín vandamál hérna. Það væri geggjað að geta ekki hásax en því miður þá var hrókurinn bara ón í hérna, þannig að það er rekt úr því. Já, svona getur þetta verið. Svo við sjáum hérna, við förum stöðutöfluna hérna, að þá er Hjörvar eftir með 5,5 og Vignir einu vinningi eftir. Ljóst að hann vinni Vigni, þá getur Vignir ekki náða fleiri vinninga. Það sést er ekki að vinna á fórustuna og Hilmi Freyr og strákarnir sem, já það er allir með 4 vinninga. Það er 3. til 7. seti, takk fyrir. Og það fer enginn af þeim harren í 5 vinninga. Þannig að, já, vinningurinn núna í 8. ferð, hann nægir Hjörvari til að vinna mótið. Og mjög líklegt að hann farið taplaus í gegnum mótið. Byrjaði nokkuð brösulega. Og 2 af þessum jafnteflum, þessum 3 jafnteflum voru í fyrstu umferðunum. Hjörvar var mikið í því að missa góðum færum. Þannig að þótt hann eigi sitt besta mót að þá stefnir í það að hann sé að vinna eiginlega nokkuð öruggan og samfærandi sigur. Sem segi kannski sitt það er styrkleika Hjörvars og hvers maður svona ætlast til á honum. Vignir eitthvað reynir hérna að finna eitthvað í stöðunni en það virðist bara vera hann eða það sé ekki hægt. Þessi staði að þessari stöðu er bara ekki viðbjargandi. En ég er svona ekki alveg tilbúin að fara og mikið aðra skákir því þessi getur hennilega bara klára sko að hverju og þá náttúrulega er úrslit ráðinn á mótinu. Mjög fá sem hafa eitthvað upp á að tefla. Það er enginn í áfangasensum. Þannig að já, menn eru bara að tefla upp á eitthvað velun eða stoltið. Kongur D7 komið hjá Vigni. Góðu fréttan úr það að Vignir er peðiður. Já, það er svona auðvitað. That's where the good news end. Gríðarlega staða. En svo má vel vera að maður veit aldrei að menn upplifir sér svona upplifir stöðun öðruvísi heldur en hún er. En ok, það er ekkert komið hérna. Það er ekkert afgerandi næstu 2-3 leikjum, en að við getum svona skoða aðra skákir, sé hvað er í gangi. Og Guðmundur eftir riddari E8 leikan hérna hrókur B1. Þá hverjar að fjarlæða hennan varnamann á D6-peðinu og fær hérna B-línuna sem þýðir að þá er þessi ennþá strandaður.
Þetta er samt svona smá svona Mexican standoff að hérna þá sé riddari sé umulur sem hann vissulega er þá er hann alltaf að setja á þetta peð sem þýðir að það er erfiðar að koma þessu riddara í gagnið og nýta hann þegar með þessi móti er að með þessi að missa tækifærum og ekki bóka sigur og hjóra strax já já, það geti kannski verið bjartsinir á þetta en maður vona það náttúrulega að við fáum spennin í þetta með þess að jættefli heldur þessu lifandi þá má Hjörvar ekki tapa í lokaumferðinni en eina sem gerir samt þá er að hann missir þetta niður í einvígi það er samt gaman að halda þessar spennu vissulega þetta er eitthvað betra hvítan en samt svona alltaf í rólegheitum Héðinn ádöll þessi peð þarna Kéþrú hjá Alexander Oliver Dorki fer yfir að 4 Skipina 6 Dorki 1 Pressa hér sem að svartu kæri sig hvað láta hann dreif maður B7 hættar hann bara stuttráka Drandur B7 náttúrulega setur hann að hrók en stuttráka valdara og eftir hrókunum þá Hessoni og við erum með þá já, alltaf einu peðir svartur við sattum með það hvítur þarf eiginlega að finna einhvern kraftareiki í þessari stöðu en mann finnst svona að fjara undan dýnamíkinni sér hróku til dæmis en ekki með neitt svona neina framtíða möguleika hér ef svartur langrókar þessi er ekki ógna neitt biskupna G5 er ekkert að fara ógna meir en að fara kannski F4 og setja okkar PS kannski skiptir engum máli þannig að segjum við það ekki inni bara ekki búin að leysa vandamál stöðunar og reykja þessari sem frumkvæði sem hvítu fekk enn með kjörum hérna hjá Símon og Hilmi svartast það líklega svona aðeins tælir bara út af smá veikleikum sem hvítur hefur búið til hann er með svona aðeins meiri veilur í kongstöðunni í peðastöðunni á Kongsvang vildi ég sagt hafa, ekki í kongstöðunni það er að leggoðar loks er að Hannes og Þröstur og Hannes leikur hérna biskup E4 hann er ekkert að ná innan skipta mig strax og hugsa sig vantarlega gott að glóður en að bara fara að drepa hérna G6 og fara í mátsó áspurningin höfum tíma til að leika biskup B7 eða megum við drepa á G6 líklega megum það að þú verður ekki tíma til að skipta upp á E4 þá dreipum við í annarkvært peðið og mátu svo G7 og vandamáli við þetta allt saman er að ef við dreipum tilbaka þá ætlar Hannes vantarlega bara að drepa hérna og hér er engi vörn fyrir svart getur ekki hrókur í þessu og þá kemur til greina dróknin G5 bara að leppa þetta og við sjáum að eitthvað svona variantur þá endanum þá fellur allt saman og þegar ég segi allt saman þá meina ég bara gjörsamlega allt saman það er meira hérna sko en biskup B4 er skemmtileg leikur hjá Þresti allt svo honum Hannesi og spurning hvernig Þröstur bregst við því fá þá eldsnöttu biskup B4 síðasta leikur og Þröstur á leik
Hálftur Hjörvari. Já, skiptum yfir á Hjörvar Vigni. Hefur verið vandamáli hjá Vigni gennum tíðina að Hjörvar hefur verið með rosalegt taka á honum. En það hefur aðeins losnað undanferðið og það var ekki alveg hvað mótið það var, en þá náði Vignir að vinna skák sem bara hafði hreinlega ekki gert. Allavega ekki kappskák held ég. Og svo í deildakeppninni nú síðast þá gerðu þeir jafntefli. Vignir svona aðeins að nálgast. Tróning á 4 hjá Vigni. Heldur þessar leppur hérna. Nú reyndar Jújú, F5 og svo sem ennþá hóldun. Biskupin ekki lengur leppur, en þess að við næðum leggja F5 sem dróningin hefði farið bara, já, reyndar ok, það svo sem ekki hægt að gera. Segjum bara eftir þennan til dæmis að dróningin fari bara tilbaka. Segjum hér. Og þá er F5 alveg leikur. Svo dreipum við bara hér. Biskupin fellur. Það er bara spurning hvort við horfum í það að máta bara frekar hefvel. Þannig að F5 vissulega hugmynd í mörgum línum. Þeir eru eftir ykkur að 17 mínútur hérna. Nægur tími. Nægur tími. 1 mínúta leik, almennt sé ekki mikið en staðan er það góða. Skiptir ekki miklu hérna. Já, skulum uppfæra hérna. Sjá stöðunni eins og hún er. Já, hann liggur G3 bara. Getur þetta mögulega ekki dróning afsast núna? Þegar kaupin er ekki lengur, leiða ekki lengur til leppunar með F5. Líklegast leikur hann dróning F6.
og hér er haldið á spennun gangandina með hrókur E5. Svo getum við bara, leið þetta hérna fellur, þá eru alls konar vandamál tengt þessu kongi hérna. Þetta verður erfitt, já, sjáum aðeins hérna. Fórum með dronninguna, snýst F6. Svo uppfæra það árum fyrir maður Hannes Tröst. Leikdroning F6. Kíkjum á Hannes Tröst, áhrókur E5 kom strax hjá Hjörvari. Tröstu leikin eftir biskup E4. Leikin F5. Reynir að loka á hana biskup á að drepa G6. Nú er spurning. Mig vantar bara að drepa með framhjálpi og svartastaðan er svona eiginlega hrunni komin. Það verður að segja þessu veður. Kemur jafnlega til greinlega að drepa G6 líka. Það sem að Svartur er ekki tími í drapið út af skák og svo dróttin bara G7. Eini gallið við það er að Svartur er svona aðeins að halda þessu eitthvað lokuðu með því bara að leika H6. Þannig að líklegast er E-drepur málið. Við fyrir aftur að Hjörvar, það komum leikir hérna hrókur eftir C8. Nú getur komið tíma á mjög beinsketta leiki eins og F5 sem einfallega setur á hana biskup og greiður undan valdur á D5. Sýnist hann hafa leikið því. Vigni svarar að bræði hrókur C2. Gefur mann á E6. Sem hvítur hlýtur að taka bara. Er eitthvað hættulegt mótspil í gangi. Sé ekki alveg, hrókur C2, maður sé ekki alveg vandamáli við að drepa bara, þetta er náttúrulega með skák, þannig að við erum að drepa hér. Og segjum bara einhver svona leikur. Maður sér ekki alveg hvað Svartur er, eitthvað svona að reyna hérna. Það er kannski bara drótning E3 og eitthvað slíkt. Hrókur G5 getur leikur. Virðist ekki merkilegt á mótspil á Svartan. Það er virkni leikur svona til að, já. Það er svona hluta til bluff. En alltaf óþarlegt þegar maður leikur einhverju leik og anstæðingur leikur alveg undir eins. Því annarkvort er með þetta allt á hreinu og þegar svona gerist þá getur það verið að tapa. Svo getur það líka bara verið svona bluff.
eða hálfgert blöff, svona semi-blöff. Já, það er málið. Svo getur vel verið að hann getur leikið bara einhverjum, það þurfa ekki að drepa strax, af því að ef það var slæmt að drepa núna, þá var það vantar ennþá slæmt. Og biskupinn D þurfa að leika því. Það er svona einu leikjörfinn sem að uppfæra með þess. Svona. Já, hann leik biskupinn D3. Sjáum við líka það. Hrókur D2 komin í vegni. Það er ekki tímabært að drepa hérna B5. Við vinnum vissulega hrókin en þá missum við valda okkar eigin hrók. Og svartur allt í einu góðum málum beðið yfir. En hins vegar liggur þessi taktík svolítið í loftinu og við getum til dæmis leikið hérna hrókur A til E1 sem að hótar þá að leika biskup B5 og mér sýnist að vignir það bara gefst upp. Við sjá hvaða leikir komið hana. Í lokin biskup D3, já hann leik bara hrókur A1 og það er einfallega fátt og fína drætti hérna. Hrókur er valdaður, hótum þessum og biskupinn er að falla. Þannig að við þurfum ekki að sjá meira og eiginlega ótrúlega, já, auðvitað sigur hjá Hjörvari. Við vantar ósattur í þessu skákan. Já, svona er þetta og þarf að vinna með svörtu og mótið jafngóðum aðstæðingar Hjörvar, það er ekkert hlaupið að því og kannski teldi Vignir svolítið öðruvísi bara einmitt út af því. En já, fínt mót hjá Hjörvari sem er Íslandsmeistari eftir 8 umferðir. Annað árið í röð. Glæsilega gert hjá honum. Eftir að hafa lengi verið í vandræðum. Gekk illa að vinna þetta mót þrátt fyrir að vera svona alltaf stigahæstur en að stigahæstur.
en vantarlega auðvöldar eftir að breytur ísinn, það er svona minni pressa. Já, þetta fór allt saman úrskeiðis sinna vantarlega í 15. leik. Það er þetta D4. Svart voru líklegast að koma kóngnum sínum í skjól og reyna að tefla stöðuna. Eitthvað aðeins betra að kvita en þetta er D4. Dróning A4. Ef hann tefla þetta eins og gerði B5 þá er þessi F4, F5 hugmyndin fell og sterk. Þannig að ég er spurning hvort hann geti leikið einhverju leik og bara kongur F8. En kannski tefli kvítur þetta bara svipa. Gæti leikið en F4. Við sjáum líka að það er svona mikið leiðindi hérna. Kongur stendur illa. Hvítur hafa mikla stöðu yfirbyrði hér líka. En þetta er mun skára heldur en skákinni. Leika hann kongur F8 eftir B5. Þá lítur þetta út fyrir að vera bara nánast þingatapa eftir F4. Menn svart standa svo illa og þessi biskup E6 er að lenda bara í stórskotarhríð. Og leikinu urðu ekkert mikið fleiri, H3, G3, kongur E5, F5, skemmtilegur leikur og tjaldið fellur. Sjáum að biskup er F5. Það er ýmsar leiðir, einu er einfaldlega bara drónhundur með D5 og ef við finnum ekki mát þá getur bara dreipið hér og verið mann yfir, það er einfaldast. Þannig að þetta var reynd en endur við ekki til. Þannig að já, glæsilegu sigur hjá Hjörvari. Og þá var þetta eiginlega bara orðin baráttum annarsæti sem opnast nú heldur mikið núna. Skiptum við yfir Hannes og Þröst. Eftir F5 hann drap Hannes með framhjálpi. Dróntur B6, dróntur G3 og svartur þarf að skipta mér hérna og gefa hann að B7. Það lítið mjög út hjá Hannesi, líklega bara vinningsstaða. Taka smá pásu og svo skulum við fylgjast með tímareikinu.
Áfram að tefla menn. Og baráttan núna er náttúrulega svolítið mikið bara annan til 3. sæti. Sama Hjörvar með 5,5, hann er núna búinn að tryggja sér sigurinn, komin í 6,5. Vignir með 4,5, hann dettur líklega niður. Sama Hannes er líklegur sinni skák. Hilmi getur henni sína. Er kannski ekki líklegur en skákinn er í gangi. Guðmundur á Héðinn. Þannig að baráttan mannarsætti verður gríðarlega spennandi. Alveg svona þokkalar upphæðir í boði. Ég mun að reyfi upp hérna verðlaunaféðamótinu, Skákfélag Íslands. Slokkur. Það eru 150.000 í önnu verðlaun og 100 í þriðju. Þannig að menn alveg að tefla upp á eitthvað. Hannes, já, líklega kom sér í góða stöðu hérna í þessari baráttu. Sjá svona síðustu leiki. F5. Það drepi. Byrti nú svona. Það drepi með drottningu, já. Drottningina 3. Það draf hann að gera sér með biskup, já. Það var svolítið óvart. Sjá hérna. Kengingsdómur. Hann draf biskup, já, drepi. Og hugmyndin er náttúrulega tvöfaldar hrókana hérna, hóttar að drepa hérna. Vinna mann tilbaka, getum alltaf ekki hásast líka þegar þurfum. Rittarinn fór á F8, setur á hrókin sem fer á G5. Setur á drottninguna og svo kemur í kjölfarið í einhvers konar leikur sem að alltaf þið klára tabli. Það er til dæmis biskup F5 er leðilegur. Slíkt að nú förum bara að sjá handaband hana líka. Sýnist það líka bara að vera komið. Já, hérna aðeins maður laga myndala hana. En já, hann er svo þröstur búnir að takast í hendur. Hannes vinnur hann góðan sigur. Kemur sér þá í þokkalt færi. Hann á öðru setinu. Já. Það eru þrjáskákir eftir. Skulum kannski bara aðeins skoða. Skoða gang málins og skákur sem eftir eru. Úps.
Sjáum hérna Guðmund og Braga. Það mér syndist nú, ég gekk hana fram hjá þeim áðan. Syndist svona aðeins vera að fara sverfa til stáls. Sjáum kannski síðustu leiki hérna. Að við sáum hérna, já, þessa stöðu. Svo D4. Og ég hef sagt að leikur F5. Ég múið segja að hvita leiki G5. Minnum mig svolítið á hérna skák Spassky og Fischer. Svo var mótorskák. Reyndar það búið að skipta upp á ákveðinu skipti komið þar sem skipta máli. En alltaf það kom G5 hérna. Biskup Gunnar 3. Finnur 5. Bara í fyrir henni aðgerðar Kóngsak. Hann svona, hann vill tefla með frumkvæði og hann að reyna svona aðeins að búa eitthvað til. Háttarberg G4, hans eftir G4, Háttarberg G4, H5 sem hann reynir að opna kóngstöðuna hérna sem er reyna 4 hjá Guðmundi og skýrur peðið eftir hún hjá G4 líklega ekkert aðjálega getur yfir H5 þannig að sjá hvað setur hvað er akkur er Guðmundur að gefa hennar peð það er kannski að gera þessu vonur að þessi verði til leiðinda. Má vera, en Guðmundur, Bragi svarar með drottning 1-7. Ígur menntaleikur er vantanlega að spá í þess að við drepa leika biskup D4. Það er bara að máta. En það er ekki hugmyndin, sérst, kóngurinn er svolítið fastur hérna og hann sér þennan möguleika hér. Og það er ýmsi möguleikar. Ef biskupi fer eitthvað þá getur komið skák. Einhverju variantur getur rókurinn ruðst hérna inn. Þannig drottning E7 skemmtilega leikur. Og Guðmundur ákveður að leika hann reytir eftir. Hörfa með reytir hann. Og stappar aðeins stálinn í vörðina. Þjappar hérna. Slokar þessar skálinu, setur á biskupinn og getur þá kannski fara að kæla við að fara að taka á A5. Flækjur í þessu, erfitt að átta sig á þessu og örugglega erfitt fyrir keppendur líka. Nú, mér sýndist að Héðinn vera svona að leysa vandamálinu á móti Alexander Oliver. Nú Héðinn allt í einu tömpiða miður. Nei, já, fyrir ekki allt í að fá tömpiða miður. Hann er ennþá tömpiða miður, alls ekki. Það er svona aðeins. Það sem ég vildi sagt það. Þessi hrókur Ronny og líklegast er í lagi fyrir svartan að leika bara F5 næst, valda þetta peð og syngjandi hamingja. Segjum vel enn leik hrókur B, en ég vil vera hér. Það er skemmtilega, við erum svo langt frá því að reyna eitthvað hérna sko. Því að svartur er líka bara að fara að vera með stæla sko. Það tekur allt tíma hérna. Auðvitað mann illa við það að veikja sig svona á 7. En líklega það allir leið. En já, töpið og mikið held ég. Hér er nætt að vinna þetta. Og þetta er svona, já, oft hans stíll sko, bara hann étur hérna peð sem er í boði og vissulega örugglega röng ákvörðun svona ef tvær tölur verður að tefla en þetta er svona ofta ágætis leið fyrir sterkara skákmannin að éta bara svona eitthvað sem er í boði og láta hans það engin sanna bæturnar. Nei, það gengur ekki, þá ertu bara leiðin yfir. Mér sýnist nú að Símon og Hilmur séu að stefna henni í jafntefli. Og það skemmir nú möguleika Hilmurs tölvört á því að enda í topp 3. Leikurinn að drottning B5, reynir að halda lífi í þessu.
Hann er segur átt svona í tefla stöður í botn og þyrla reik. Nú langt síðan teltu hann, það var mörg á síðan í deltakefninni og það mitt var ég með mjög svona ímarrétt vanlega stöð, en hann einhvern veginn svona hélt þetta áfram að djöflast og það enda á því að ég held ég hafa nú gert jafntefli frekar en unnið. Minnir hann djöflast einmitt og það enda með því að ná jafnteflinu. Hvað er ég í þessa skák? Það er latari við að latari við að slá skákir seinna ár því miður. Ekki með þessu skákir. Já, en ég hvet menn indreið til að halda verðum skákinu sinnar. Ég gerði það lengi verið þegar ég var svona aktífari og maður ætla nú að reyna að fara að vera aðeins aktífari aftur, þannig að ekki tínus eller svo. Sjá hvað mér er aðhafast í salnum góða. Hérna erum ákveðs yfirlitsmynd það líka. Sjá hérna Braga Guðmundur mynd. Svo bara breyta þessu í Guðmundur Bragi sko. Það eru hittir eftir Biskup 7-8, Biskup fyrir A5, Gunnar 4. Bragi ætla ekki reynilega að skáka hér. Það er búin að gefa mann, þannig að það er eins gott að það skilja einhverju. Virðist vera að kongur G sé meira minna einu leikurinn. Já, því að svona einhver riddarahopp þá er þetta að koma aftur hérna í þennan pakka. En kannski bara hér. Biskup D4 hrókur F1, dronning H4 þurfum kannski eitthvað aðeins að hugsa. Þetta hefur kannski hrókur B3. Svartar samt með það svona. Þú veist alltaf eitthvað leiðilegt mótspil og hótanir. Hérna, ok, hérna. Gæti jafnvel, ja, ok, þetta er kannski svolítið ykt hérna. Ég er að spá hvort við getum hent ykkur hérna F3 hérna. Kannski svolítið ykt. Það er líklega óykt sko. Líklega bara að koma riddarinn spilið. Það er ekki best að halda þessu opnu. Koma að staða hér. Vilja fara hér eða hér. Svona, alveg flækir í þessu. Og kannski eina spennandi skáki sem er eftir, eða hvað? Af því að manni sýnist nú öllu að hér sé að hafa þetta. Og Hilmur Símon Símon Hilmur óttalega jættarfisleitt. Já, nú spurning hvort það. Já, ef eitthvað er hvort að hvíti sig með aðeins betra. Hann geti jafnvel ná sér eitthvað rými hérna með H5 eða fara að ýta áfram F4. Þetta nú er jættarfisleitt með bestu tæmi sko, en sjá hvað setur. Kóku Genja líklegastur, dronning H4.
þá vorum við eitthvað að stinga upp á biskup E5 frekar en biskup D4. Biskup D4 bara svona pæling, svo sjá hvað hann gerir. Biskup E1 hér, þá þurfum við alltaf að leika einhverjum ljótum leik sko. Líklega hér. Kannski þá tilbaka. Svartur er alltaf aktífur, þú veist, biskup F5 með alls konar leikir hérna. Það er alveg svolítið bragaleg staða. Ég er ekkert endilega tilbúin að veðja mútið Braga hér. Það sé manninum undir. Fylgjumst aðeins með þessari, við erum í 33. leik. Erum svona ekkert í bullandi tímareggi en gætu líklega að nota meiri tíma på þér. 9 mínútur hjá Guðmundi, 11 hjá Braga. Já, mann finnst einhvern veginn ekki margir leikir komið til greina. Kannski þetta líka hrókur B3 strax eða finnst ekki eins og sé hægt að henda hann inn á E4 eða allavega ekki riddara. Njá. Við höfum ekki oft fengið svona úrslit svona snemma í svona mörgum skákum. Það hefur ekki verið línan hjá okkur hérna mikið til. Herri, ég er nú aðeins að skoða hérna úrslitin í enska. Burnley unnu aftur, unnu Watford. Nú er Everton komin í vond mál. Þeir eru komin 5 stigum eftir Burnley og Leeds. Það er jafnvel frekar Leeds sem að fara að falla frekar en Burnley. Það er eitthvað er. Ég er þetta 2 leikir til góða en hvað er leikir til góða þá unnur enga leiki? Ég er eftir Chelsea, Leicester úti. Ég er endur eftir Watford, Brentford, Crystal Palace. Já, koma svona 3 leikir á viku við Watford, Brentford og Crystal Palace sem þetta ræðsteyla hjá Everton. Burnley eftir Aston Villa, Tottenham, Aston Villa tvisvar og Newcastle heima sem ég get alveg tekið eitthvað. Leeds eftir Brighton og Brentford og svo erum við að leiki. Já, þetta var spennandi. Eins og Tottenham hjá Liverpool og Manchester City. Liverpool á eftir Tottenham heima, Aston Villa úti, Southampton úti, Wolves heima. Alveg erfið leikir en ekkert eitthvað superprogram. City er að spila í Leeds og að vinna núna. Þeir eru að Newcastle heima, Wolves úti, West Ham úti. Vona mínir menn stríði nú City og hjálpi Liverpool. Aldrei svo vant að haldi við Liverpool. Svo er City Villa lokadagurinn. Já, City Villa og Gerrard með Villa. Þetta getur áhugavert. Þetta er mjög áhugavert. En Guðmundur, já, hann tekur sér góðan tíma hérna. Kom nýr í 5, já, rúma 6 mínútur. Ég verður nú að segja hérna, þessi skákstæður hérna er ljómandi skemmtilegur. Maður geta alveg séð fyrir sér alþjóðleg mót hér. Eða bara eitthvað svona, já, flokka á flokka.
salurinn sem teltir í mjög þægilegur og flottur. Og svo svona aðstafa á öðrum hæðum, bæði fyrir svona sjónvarpar sem hægt að sína skákir og ég hérna í ágætis fundarherbyggi núna til að vera með skýringar. Þannig að fínasta aðstafa hérna. Og svo bara kjarnin á Selfossi orðin ansi skemmtilegur. Svona góðverið þá greinilega gaman að vera hérna. Komin matvöld sem lítur mjög skemmtilega út. Svo þetta Fiskisetrið og fleira. Herra Hrókur B3 leikurinn sem að Guðmundur valdi hérna. Vill valda riddara og allavega láta svartan leika hérna. Drann K4 áður en að fjara á G1. Þetta svona staða sem svona það er eitthvað skemmtilega að tefla heldur en að vita matið svona eftir á sko. Því að það var skemmtilega að tefla svona frumkvæði stöður svona yfir borðinu. Bragi var hérna skemmtileg kvót á Twitter fyrir skák, það sem að segir var hann ástæðið smá inspiration fyrir skákina before the final 2 games in the Atlantic Championship. Og þar segir Emanuel Lasker: "The life of a chess master is the life of a fighter, a life full of ups and downs." Þannig að hann ætlar svona að ná sér í eitthvað upside svona í lokin. Það eru Bragi teflatunum og ákveðs krafti hérna. Drann H4 kom G1 biskup D4. Biskup E svona eiginlega segir sér sjálft. Fyrst að eigum ekki lengur Hrókur F1. Þá hljóttu við þurfa að valda þetta svona. Og líka bara til að ná þessi biskup inn í geimið. Þannig svona out of play hérna. Valdar hér og svona hefur auga með þessari skálinu. Það er svona ólíklegt að þessi biskup geti verið eitthvað skotmark á einum. Jæja, biskup er komin svona eins og við varum að búast.
Ég hafa svo sem kannski ekki við öðru að búast Já, menn djúpsóknir hérna Guðmundur komin í 4:30, hann reyndar ekki margar leiki eftir bara 4 leiki eftir, þannig að þetta nú alltaf hafast Já, skilst það Real Madrid að tryggði spænska titilinn í dag. Voru hérna áðan fjölskylda Hjörvarsson. Hann sagði mitt Birgir bróðir hans ekki slemmt, 2 titlar í dag. Hjörvar og Real Madrid, hann er mikill Real Madrid maður. Nei, hann leikir þetta ekki 7. Sittur svona áfram haldandi pressu, þessi rittar ætlar að koma inn. Þetta er svona að skulum hafa þetta svona aðaskákin okkar eins og er og aðeins að sjá kannski hvernig hinn að þróast, bara svona rétt svona aðeins, þið vitið. Héðinn ætti að sigla þessu nokkuð örugglega heim, já, Rókur B er náttúrulega á leikunum fyrir ekki. Hann að hóta hérna öllu illu og 2 pemir. Símon og Hilmir. Símon leikja A4. Það var drókning B6. Fyrir ekki Rókur B6, drókning C3 og Rókur C6. Hótaði máti, setjum nú drókninguna. Athyglisvert hérna ef hvítur allan að vera sniður og drepa hérna og fá 2 hróka fyrir drókninguna. Settu drefnum tilbaka, drepa á E7. Getur verið að svartur eigi hérna alveg svínslegan millileik að drepa hérna á E5. Við reyndar sleppum með, ok, drókning C3 sleppum tilbaka. En annars var þetta, já, vond mál. Ef það var til dæmis einhver kall á D2 þá var þetta búið. Ok, við góðum tilbaka og svartur fær líklega aðeins betra endartöfl þar held ég, en hann leikur hérna drókning F3, hefur bara vaðið fyrir neðan sig, setur þá og peðið á D5. Þetta sveimir þá bara eitthvað aðeins betra hjá honum Símon ef eitthvað er. Ég sé ekki alveg fyrir mig hvernig Hilmir ætlar að búa til eitthvað að vinna í sensa. Þetta er G7. Biskup 1-4. Já, maður hefði haldið að Bragi var að plana að koma sér riddar eitthvað betur inn í spilið. Það er eitthvað bragalegt við það að leika kannski bara eitthvað A5 hérna.
ætla bara að leika A4 bara use the whole board sko, hann er ofta svona skemmtilega kreatív í akkurat svona stöðum. Mann undir hefur bara peð fyrir en hvítur er svona aðeins svona on the back foot að verjast. Það skal vera 4, Gummi komin í 2 mínútur, það getur verið hættulegt, það skilur lítinn tíma eftir. Voðalegt fyrir þetta. Þreytt með þessa mótorhjóla gaur oft, það er alltaf að vera eitthvað svona eitthvað rembningur. Bara ég hugsa svolítið núna, hugsa sér niður í 6 mínútur. Kannski er A5, A4 aðeins svo menta, með segja. Hér er komið hugmynduleika fyrir D7 og já, Bragi tekur Evrópumeistarann Inga Tandra orðinu bara og leikur fyrir D7, hugmyndur einfallega hér. Þetta er svona aðeins sem eru hóttur heldur en A5, A4. Setja biskupinn bara á A4. Frekar en peðið. Nú getur þar að bregðast við, það getur ekki leyft þetta. Þá kannski, já, ég hreinlega byrjar staða mögulega bara að hreinja. Og við viljum helst ekki leika hrókur A3, þá held ég að við getum mögulega skipt yfir á B-línuna. Möguleiki, sko. Og svo er leikar okkur D3, já. Svo hef ég verið að spá, já, akkurat svona einhverju svona einhvers konar línurófstaktík. Má sjá, sko, fá þetta upp hérna. Oft sem að eitthvað svona leikur kemur til greina. Af því að Rofnar hafa valdi oft á hana G3-reit, sko. Þetta geta alveg verið option í einhverju stöðum. Fá hérna hinum með frá og sjáum við að menn eru mættir hérna. Fylgjast með, Hilmi Freyr. Getur við Símon kominn í jakkan. Já, þeir hafa bara samið. Við skoðum það aðeins. Já, hann er fyrir F3 um drátninguna og hann fór aftur að B6. Þetta er skynsamt í Hilmi, hann er bara, hann er ekki með neitt. Og stundu verður maður bara sett sig við það. Út með svarta góðan skákmann. Það er ekki alltaf hægt að búa til eitthvað og vonlega besta. Þannig að þetta er skynsilega ákvörðun hjá Hilmi. Það er gott að sjá það. Mér verður stundum að hafa smá heimil á hérna. Á svona
á aggressjóninni. Biskup E5 hérna komið á Braga, ennþá 2 leikir eftir. Gummi komin í mínútu. Þetta er lúmsterfi stað, ég menn nú er þessi Ritter Bróni. Og hvaða leikir standa okkur til boða? Og svarta þarf alltaf að hafa áhyggjur, allt svo hvítur, að missa af einhverju. Maður vil helst ekkert vera að leika einhverju leik eins og Ritter eftir H1 sko, sem reynda verist valda allt. En svo bara hugsa, ok, er ég að missa einhverju, bara skák hér, kongur getur mát. Þannig að þá er að bera aftur fyrir og er þá onni og svo framvegis. Þannig að þetta er svona mjög óþægilegt. Og Gummi verið svona vera svolítið stressað með þetta og er komið niður í frekar lítinn tíma hérna, leikur einhverju, ætla hann ekki leikir þetta D1 bara frekar. Við sýndist hann farið hérna áttalega með mannin. Hann gerir það. Og þá allt í einu, ég gerði nú grín að því að það er ekki vandamál að hafa þennan hérna óvaldaðan. En kannski getur núna ekki Ritter H5 og þá er allt í einu vesen að þessi gæði sé óvaldaður. Þannig er Guðmundur að leika Astjar hérna í 39. leik. Hvernig ætlar hann að svara Ritter H5? Hvernig svaraði Ritter H5? Og við sjáum að einhver svona lis nafnaflutningur þannig getur til dæmis að Ritter F4. Það er búin að leika, ætlum að sjá þetta aftur. Já, hér er bara að sigla sér heim, rétt að kíkja á það. Þannig að við kíkjum hérna, hann leikir Ritter H5. Nú þarf Gummi að finna 40. leikinn. Og hann þarf að vera vandaður svo ekki fara illa. Sattur hann í G2, þá kemur hann talað Ritter F4. Og það er erfitt að valda henni Ritter annars. Kannski getur hann í B3. Þá getur við kannski samt leikir Ritter F4. Leikur dronning H2 sem tapar on the spot. Bragi á frábæra vinningsleikina. Frábæra vinningsleik. Hróku finnur einn. Og þetta er hérna taktik sem ég kalla Queen Sweep. Þá í venjuleg Queen Sweep þá var ekki hérna rittari, þannig að kongur dreipur þá dreipur við hennan. En að bætist rittari við, það skiptir ekki máli því að rittarinn er leppur. Rittari má ekki dreipa út af þessum. Þannig að sér Bragi hennan frábæra leik. Hrókur F1, ef svo, þá vinnur hann skákina. Það því að hrókur F1, kongur G2, Ritter F4 skák, vinnur drókninguna samt. Hann á nóg tíma, 4:30. Er hann að sjá þetta? Er hann að sjá þetta? Er Lasker kótaði harpunum? Það er svo ups and downs. Er þetta upp eða niður hjá Braga? Hrókur F1 unninskákina. Aðri leikir, já hvað annað? Tróndurbyr H2. Það er bara á leim. Það er bara ég mjölka mómentið hérna býður þegar við komum og sjáu hérna. Fyrir kaffibollan, svona smá stressmerki. Ég veit ekki, ég átta mikið á því. Jú, hann sér þetta maður. Hann sér þetta maður. Hrókur F1, glæsilegt. Frábæleikur. Það mér sýndist allavega á hérna myndaðalega þegar ég sé þetta. En þetta er úff. Þannig að sjáum við það að menn passa ekki upp á tíman. Þá lenda menn bara í vesinni. Já, Bragi er vel góður í þessu. Hann var þetta komin í smá tímaregl líka, svona nálgast það. Við sjáum bara að það kosta að gumma svolítið að vera komin svona niður á tíma hérna.
Já, nú getum við bara að fara fljótlega að kalla það gott. Guðmundur þarf að... Já, ok, hann reyndar. Tefnir tekast eitthvað áfram en staðan ekki beint vanleg. Það er svona jafn með svona sjokkinu, búin að ná 40 leikjum og reynir að meta þetta. Sá hvað setur. Ég held að Alexander og hér ég ætla aðeins að setja hann á. Það er svona tæknilegir örðuleikar eftir en kannski náðu bara að leika hér, G5 ítur sem þess áfram en svartur aðeins stopp eins og er E3 hrókar A6, A8 á ekki skipta máli og svo vantarlega að reyna eitthvað svona koma þess að stað en hann ætti að vinna þetta en Guðmundur og Bragi það er Bragi, já, Guðmundur og Bragi svona aðeins skákin tíminn búinn hjá Guðmundur bara, nei, hann er ekki búinn þetta er þannig að sem sagt það uppferðast ekki fyrir að leika 41. leik Guðmundur er búinn að leika 40 leikjum að hann er búinn að ná tímarkunum svo að leiða að leika þá mun þetta uppferðast Já, hann dreif með kóng Bragi tekur drottninguna, Rittarður bara H5 Drottningður bara H5 væntanlega vandamálið það að okkur hvítur hefur bara hróku og rittara fyrir drottninguna og sattur eru auk þess peð og hvítur hefur eiginlega ekki svona nægilega virka menn til að gera eitthvað og sattur eru bara að fara bæti í, líka G3 og koma drottningun aftur inn og þetta er svona frekar easy allt saman, sýnist mér það gæti að vera einhverju leikir viðbót en já þannig er nú það og hugsaðu fyrir maður að segja þetta gott það er smá pásu hérna og svo slúttu þessu mér líkt að hérna að einhverja skákunum klárast fljótlega og svona gerum við þetta upp
Já, ég held við fyrir nú bara að loka þessu hérna eftir að Bragi vann þessa drottningu hérna fyrir kaupin á H5 biskup G3 og það var skipt upp og drottningin á 5 tvöföldi árásirna, það þarf að bregðast við því hérna hrókur E3 var leikið en þá kemur drottning A1 setur á þennan og þetta P-fellur og þetta svona já, allt saman að hrynja af hvítum þannig að Bragi vinnur þessa skák og Héðinn að vinna sína búin að bæta stöðuna hennar kóngsvæng og getur fara að íta hinni peðina áfram þannig að það bara tímasviðsmál og já, við kannski sjáum þá hvernig staðan lítur út frá lokaumferðina eina spennan bara baráttan annað og þriðja sæti og þeir sem að koma sér í 5 vinninga eru þá Hannes og Héðinn Hannes og Héðinn, Hilmi fyrir jafntefli, Þröstur tapaði og Gummi lék á sig niður Bragi svona aðeins að laga sitt mót með þessu sigri þannig já, Hannes Héðinn líklegir annað og þriðja sæti og Vigni reynir að malda eitthvað móin þannig en já, Hannes var svart á Braga sem kannski aðeins að vera skákaldur og Héðinn fær held ég Héðinn fær hvítt á morgun reyndar móti Gumma, það er ekkert gefins og þannig að Vigni fær kannski smá sens líka hann fær raun létt þessu skákinn að einhverju reyti móti Alexander Oliver þannig að já, baráttan manna þrjus þetta verður hörð og við sjáumst þá bara á morgun óskum Hjörvar Steinin til hamingju með sinn annan Íslandsmeistara titil glæsilega gert í honum var hann svona nokkuð auðveldan sigur á Vigni Vatnar í dag Vigni bara misti einfallega af hversu sterkt F væri í stöðunni sem skoðum áðan getur svo sem spólað þess á það fyrir þá sem voru að koma já, svona lykillinn að þessu allir saman var hér var svona eiginlega bjóst við að Vigni myndi drepa hérna þá ætlaði hann að drepa hér drepa svo hér peði yfir eitthvað betra en Vigni drapa D4 sem reyndist ekki vel líkur undaf eftir B5 drap Hjörvar hérna á F á D4 og leik svo F4 í kjölfarið og þá kom í ljós að þessi leppin hennar var ansi erfið og þessi biskup stendur eiginlega hörmulega og í framhaldinu komu nokkru leikir sem að svona já komu bæði F fyrir að svartur hrókjút og hrókur G3 og eins bara íta drottninguna hans tilbaka og svo kom þessi skemmtilega leikur hérna F5 og biskupin fellur komu nokkru leikir viðbót en skiptir henni engu máli Hjörvar valdi hennar hrók og hóta hann að biskup B5 og vinna hrók ásamt í að vinna hennan þannig að Vigni þurfti ekki að sjá meira og lagði niður vopn glæsilegur sigur hjá Hjörvari og já, ennþá tvær skákir í gangi en eins og ég sagði þá var alveg ljós hvernig það fara Bragi bara ómiklu liði yfir og já, sama hjá henni þannig að hér koma tíma að vinna sína skákir og eins og segja, já, við sjáumst á morgun takk fyrir í dag